Hæ, þetta Ragnheiður hérna og það ykkur núvitund. Mér langaði að tala eina af það fyrstu aðferðum sem ég mæli með að fólk noti sér og nýti sér þegar það að byrja að sameina það að núvitundina og athöfnina að borða, að nærast í núvitund. Og það örhugleiðsla. Og ég talaði hana svolítið oft. Og fólk oft afskrifar hana vegna þess að hún svo einföld. Og það finnst mér svolítið pínu ósanngjarnt af því að hún gerir svo ótrúlega mikið fyrir mann og allir sem prófa eru bara já, auðvitað, hún ótrúlega áhrifarík. En af því hún svo einföld, þá bæði gleymum við henni og þó við munum eftir henni að þá notum við henni ekki. Af því okkur finnst hún bara of einföld bara, nei, það er alltaf læg með mig, mér munar ekkert að þess að 3 andadrætti. En ég mæli samt með örhugleiðslunni 3 andadráttum. Þannig að við getum safnað okkur saman, aðeins andað að okkur slökun, andað frá okkur streitu, áður en við byrjum að borða. Og við getum svolítið svona hent streitinu á baku okkur og aðeins að hreinsa hugan, færa athyglina frá hugsunum sem eru alveg alveg fullu og niður í líkamann. Þannig að við tökum bara athyglina og setjum hana á öndunina að þá náum við að róa okkur niður nógu mikið til að við getum í rauninni verið í núvitund á meðan við borðum. Þannig að ég ætla að bjóða þér að vera með, taka þess að nokkra djúpa andadrætti núna til að þú sjáir hvað það gerir fyrir þig og þannig að þú getur líka séð hvernig það áður þú byrjar að borða. Þannig að þú treystir að loka augunum, anda djúpt að, fylla lungun og magann á lofti, halda loftinu inni og anda frá rólega. Tæma alveg, þrýsta magann minn. Anda svo aftur djúpt að. Halda loftinu inni. Og frá og slaka. Anda að sér slökun. Halda. Og anda frá sér spennu. Nú getur þið tekið nokkur andartök, halda áfram að vera með lokaðar augun. Ég meta hvernig þér líður, hvaða tilfinningar þarna, hvernig hefur líkaminn það, einhvers staðar spenna eða þreyta sem við tókum ekki eftir áður en við tókum þess að djúpa andardrætti. Leyfa sér að finna og vera og minna að gera. Og svo opna blíðlega augun. Aðeins rólegri, það ekki? Það tekur færir okkur ótrúlega mikla slökun á ótrúlega stuttum tíma. Þannig að auðvitað er þannig stundum að hugsanirnar okkar alveg að trilljón og við náum ekki að slaka á með svona einfaldri öndun. Við þurfum meiri tíma. En oft getur þetta gert bara alveg ótrúlega mikið. Þannig að ég mæli með þessari bara oft á dag þegar við finnum að axlirnar eru komnar upp að eyrum að slaka niður og taka nokkra djúpa andardrætti til aðeins að róa okkur. Áreitið er svo ótrúlega mikið út allt, alltaf. Þannig að það getur verið gott að aðeins að muna eftir því að maður er meira en áreitið og meira en hugsanirnar og meira en tilfinningarnar. Það er einhver innri kjarni þarna sem að má næra. Og það er gott að gera þessa áður en maður byrjar að borða. Og ef þú vilt prófa fleiri aðferðir sem eru góðar áður en maður byrjar að borða, svona byrjanda aðferðir, þá mæli ég með að getur fengið fría kennslustund sem er inn á ergudjóns.com/stress. Þannig að það er að gera, prófa sig áfram með þær aðferðir líka. En þessi er númer 1 og ég tala líka hana reyndar í fríu kennslustundinni. En
en það er mjög gott að byrja á henni og hún er ótrúlega áhrifrík og ég mæli eindregið með henni. Ég hvet til að prófa. Og það er eitt enn. Það getur verið gott að setja bara pínu áminningi í símann þó að ég vilji helst að sími sig eitthvað starf annar starf. En bara 3 yfir daginn, gæti alveg verið óhað máltíðum, bara senda sér áminningu bara, já, núna ætla ég að prófa að gera öruglysluna, taka nokkra djúpa andartæktir, sjá hvernig mér líður á þessum tímapunkti. Og kannski aðeins að sleppa smá streitunni og anda að sér slökun. Ok, gangi vel.